Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Staðan er þá 0-0 í Ítalíu Svíþjóð í undankeppni fyrir heimsmeistaramótið í umspili og það eru 27 mínútur liðnar að þeim leik. Grótta Selfoss 12-11 staðan þar í hálfleik í handboltanum og við förum nánar í körfuboltan hér á eftir. Tvei leikir í fyrst til karla. Staðan í hálfleik fyrir Breiðablik Skallagrímur var staðan 52-36 og Fjölnir eru að tapa gegn Hamar 63-73 og það eru 5 mínútur eftir að þriðja. Nóg það. Við ætlum að fara í aðalsporti sem verður í sviðsljósinu núna helgina næst komandi en við erum að fá til landsins eina þekktustu nöfnum taekwondo heimsins og á línunni komið Master Sigursteinn Snorrason sem er maðurinn á bakvið tjöldin að venju í flestöldum sem tengist taekwondo. Heill og sæll félagi. Já, blessaður vinur, hvað segirðu? Bara ljómandi góður, en þú? Bara fín. Herru, þú situr ekki aðgerðalaus að venju, ég bara verða að koma með fyrstu spurningu til þín. Er eitthvað tíman ekkert að gera hjá þér? Jú, við vorum með eina helgin daginn henni og oktober minni mig, það sem var að plana, vetrarfrí og allir voru skildaði til að vera heima á sig bara. Já. Það var nokkuð gott. Já, nákvæmlega. Kannski fyrir hlustandan, þeir kannski, náttúrulega, taekwondo er ekki mikið búið að vera svona í sviðsljósinu í fjölmiðlum, en greinin hérna á Íslandi, þetta eru svona búið að vera þvílíkir hástökkvarar síðustu árin í íþróttagreinin. Já, það er búið að vera hérna og ganga mjög vel hjá mörgum félögum og virðist svona bardagalistir og margar svona einstaklingsgreinar virðast henta Íslandingunum bara ótrúlega vel. Hvenær kemur eins og taekwondo hérna til Íslands? Þú ert náttúrulega einn af þeim sem voru svona með í þessu eða ekki frá uppavila hérna á Íslandi? Jú, það er svona, hann talað að fyrsti skólinn hafi verið stofnað 1987 og kallaði Dojang Dreki og síðan var taekwondo deild stofnuð 1991 og það voru svona fyrstu 2 deildinar og þeir sem kendu í þessum félögum, þeir stofnuðu síðan nokkra aðra klubba og það er svona má segja, hann er gott 87 eða 91 sem þetta byrjaði svona formulega. Já, Íslendingar kannski átta sig ekki á að taekwondo, þetta er ein stærsta sjálfsvarna íþrótt í heiminum. Já, það eru alveg ótrúlega fjöldi að æfa. Það eru, senast þegar ég leit á, þá er kringu 70 miljón manns í heiminum að æfa og máli er það, þetta er gríðarlega vinsælt í eðlilega Asíu, þetta kemur frá Kóreu, Asía, Mið-Asía, Rússland, Stanlöndin, þetta er meira minna þjóður íþróttinn í Azerbaijan og Úsbekistan og Tadjikistan og öllum þessum löndum. Já. Og síðan er hún smátt að breiða úr sér í rauninni út allan heim og ég held að fyrir utan fótbolta þá sé þetta það heimssamband sem er með flest löndin innan sinna banda. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er mjög útbreitt. Þannig að til þess að vera afreksmaður í þessu sporti, það segir sér nú bara sjálft að það krefst ansi mikilla æfingu eins og í öðrum sportum náttúrulega. Já, eins og bara alltaf næsta myndi segja. Það er svona náttúrulega eftir að komdu Ólympíuleikunum þá færist þetta svolítið upp á annan stall og áður fyrir þá gastu verið svona líka við bara mjög efnilegur eðlisvari og æft nokkuð vel en í dag er þeir sem að ná lengst þetta eru íþróttamenn sem að bara vinna við það að æfa og keppa og lönd eins og til dæmis Bretland sem á núna eitt allra sterkasta liði þeir eru með mörg 100 milljón króna budget á ári bara fyrir þjálfara og svona. Já, nákvæmlega. Taekwondo það er svolítið langt í að sækja greinin hérna á Íslandi. Þetta er náttúrulega gífurlega dýrt eða ekki fyrir einstaklinga að reyna að komast áfram til þess að vera afreksmaður og komast á Ólympíuleika. Því að er ekki alltaf eins og í öðrum íþróttum þú þarft að fara út og keppa til þess að er þetta ekki eftir svona heimslista og fleira? Jú, við þurfum að safna okkur stigum á rankinglistanum og það er alveg rétt. Það eru sumir sem hafa einfallega náð að safna sig stig með því að hafa efna á því að vera bara erlendis alltaf verið að keppa. En við höfum nú ekki farið þá leið, við höfum nú farið mjög ódýrari leið að frekar að æfa og keppa svona í nágranna löndunum og upp á síðkastuðu senstu ár þá höfum við mikið verið að vinna í samstarfi með öðrum löndum, sérstaklega Noregi og Svíþjóð. Og þar höfum við náð að nýta okkur svolítið vel ferðirnar, að vera að fara þangað og keppa kannski 200 mótum í Evrópu
og jafnvel samnýta þjálfara og svona, þannig að það hefur komið alveg sérstaklega vel út hjá okkur að við erum alveg hiklaust núna að senda krakka á sko alltaf 10-12 mót á ári í staðin fyrir 3-4 hérna áður. Já, nákvæmlega. Og það, já, þannig að það spila svo mikið inn í mitt upp á framtíðin að gera að komast upp þennan list og til þess að mitt að ná inn á þessi stórmót. Jú, ég meina til þess að geta komast inn á Ólympíuleikann þá þarftu að vera það ofarlega að þú þarft í rauninni bara að búa í ferðartösku. Já. það er bara staðan og það er bara eins og í mörgum öðrum greinum. Við náttúrulega bara vinnum út úr því eftir því með það sem við höfum í höndunum. Já, náttúrulega. En næstu helgi, það eru mjög þekkt nöfn að koma núna til landsins úr taekwondo heiminum. Hvaða einstaklingar eru þetta fyrir hlustanda sem veit ekkert hverju að vera að tala? Ég held ég get nú alveg sagt að þetta séu bara í rauninni stærstu nöfnin. Það er Bianca Wogden sem kemur frá Breitlandi sem er tvöfaldur heimsmeistari, ríkjandi heimsmeistari. Hún er tvöfaldur Evrópumeistari. Hún hefur unnið öll Grand Prix mótin á árinu og stefnir á það núna einmitt helgina eftir hún kemur hingað að vinna 4. Grand Prix móti og þá verður hún eini keppandi í heiminum sem hefur náð því, svo kallu alslemma, Grand Slam. Vá. Þannig að hún er svakaleg sko, það er ekki þetta lýsinn öðruvísi. Nei. Og með henni kemur Aaron Cook, þau eru par og það er ágætt að fá svona 2 fyrir 1. Já. Hann er náttúrulega, hann hefur ekki náð þessum stóru titlum, eins og heimsmeistara Ólympíutitlunum sem að kannski gerðist annars hefur hún náð, en hann er vel þekktur sem svona skemmtilegasti og besti iðkandinn þegar kemur að svona fagufræðinni og svona það er alveg gríðarlega skemmtilegt að horfa á hann keppa og ennþá skemmtilega að horfa á hann æfa og þá hann gefur að æfa með honum. Hann er svona svolítið að gamla skóla sko, hann gerir þetta alveg bara 100% af passion. Já. Og svona, já, og bara að vera með honum, að hanga með honum, krakkarnir okkar hafa virkilega gaman að þess að geta verið með manni sem er á þessum stalli í heiminum og hann er bara að hanga með þeim að spila tölvuleiki í símanum og eitthvað svona. Þetta er bæði tvö, það er alveg æðislegir einstaklingar. Þannig að hvað geta íþróttinni. Já, þannig að þó þau séu heimsfræg, þá eru þau samt sem að gefa þessum krökkum hérna á Íslandi bara tíma sem að iðka greinina. Já, algjörlega, ég verð nú bara, það komir alveg svaklega óvart og fyrst þau voru að koma hingað og þau bara klæddu sig í og fóru bara að æfa með krökkunum okkar og þú getur bara rétt ímyndað að hvað það er gaman fyrir eitthvað 10 ára krakka að fá að berjast við tvöfaldan heimsmeistara. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega þegar allir krakkarnir fara alveg skælbrósandi út og eins og það segir bara, sko, þetta er þvílíkt búst fyrir áhugan hjá krökkunum okkar. Já, og já, þau byrjaði það ekki í Mosfellsbænum á föstudaginn og svo er haldið hérna á Suðurlandi á Selfossi í Iðu. Jú, við ætlum að byrja hérna upp í Varmá á Selfossi og hérna afsakið í Mosfellsbænum og svo förum við upp í Iðu á laugardaginn, þá verðum við mæningar með þeim og það eru nokkur lið að koma hérna erlendis frá Bandaríkjum og Finnlandi, gaggjert til þess að það eru einn til að mæta á þessar æfingabúðir. Og á sunnudeginu þá að meðan hérna þjálfararnir fara, Aron og Bianca og aðri þjálfarar fara í svona skoðunarferðum Suðurlandi, þá ætlum við að vera með svo kallað Fight Night, þá munu krakkarnir hérna frá Íslandi keppa við Finnana og Bandaríkjamennina í bardugum. Já, ok, þannig að þetta er... Það er náttúrulega fáður aðeins að taka á því og eins og varst að segja á hann, náttúrulega kosta peninga að fara erlendis og keppa en hérna eru að stá 2 flugur í einu höggi, við fáum fullt af erlendum keppmyndum, það er hann að 3-4 keppmyndur úr finnska landsliðum til þess sem mun koma og vonandi keppa kannski 3-4 barda, þannig að allir fái góða reynslu. Já, nákvæmlega. En taekwondo sportið, þetta miðast það ekki við það að það þarf að hlúa eða ekki rosalega að ungum iðkendum okkar til þess að þeir eru góð í sportinu eða er hægt að vera afreksmaður í taekwondo og byrja of seint eða er einhver sérstakur aldur? Já, sko, það hefur alveg komið tilvíkar sem að fólk hefur bara í rauninni byrjað allt og seint til samt ná ótrúlega málangri. Já. Ég veit frægur hérna frá Danmörku hérna í gamla daga sem að byrjaði að æfa 16 ára og endaði á heimsmeistaramóti 19 ára og vann Kóreu. Já. Og það var alveg fáheyrt. Og það er kannski ekki mörg dæmi það, en svona eins og byrkið frá svona þessum náttúrubörnum og öllu því, þá myndi ég segja svona
kannski besti aldurinn væri svona kringu 10 ára kannski til að byrja. Það er svona verið svona þroskinn og líkamsþroskinn og andlegur þroski verið orðin nægur, en við erum nú líka búin að reka okkur það að eftir að við byrjum að taka einn krakka allt niður í 2 ára, ef við nálgumst þetta bara aðeins öðruvísi, þá er hægt að búa til askoti góða krakka sem að halda áfram. Það er náttúrulega ekki slæmt að vera kannski orðin 10 ára og koma 8 ára reynslu. Já, nákvæmlega. Það er gaman að fylgjast með þeim krökkum að hvernig svona þetta breytist þau. Fyrst er þetta alltaf bara leikur og hafa gaman að þessu og svo smátt og smátt þá kynnast þeir sportinu sjálfu og það er mjög gaman. Við erum með nokkra krakka núna á Íslandi sem að, eins og ég segi, eru ekki fermdir en eru kannski komið með 10 ára reynslu. En já, svo hefur maður heyrt undan að sér að taekwondo sé líka sport fyrir krakka sem eru ekki að finna sér í öðrum sportunum. Þarna er svona ákveðin svona ægi og fleira sem við læra sem þeir hafa jafnvel átt í erfiðleikum í skóla, en svo þegar þeir byrja í taekwondo þá fá þeir allt í einu svona aga og fleira sem að þau taka inn í bara lífsitt. Þetta er nú eitt af svona jákvæðu afleiðingum af því að æfa taekwondo að mjög margir krakkar sem að nákvæmlega finna sig kannski ekki í hópíþróttum eða bara íþróttum almennt eða jafnvel bara félagslega, þau finna sig ekki. Þessi ægi sem er á æfingum hjá okkur, hann virðist nú alveg henta þeim að því leitinu til að þau svona upplifa það, þau fá sitt pláss, sinn frið, þó að sér kannski læti kringu þá eru þau alltaf örugg og sérstaklega svona sem að ég er að kenna, við erum nú með einn hópa sem er börn sem eru einhverf og það var nú margir sem að held og það er nú aldrei hægt að kenna þeim taekwondo. Nei. En þetta er nú bara alveg frábært að sjá þess að krakka í dag. Þau eru orðið svo dugleg og öguð og bara allt annað að sjá. Við heldum með mitt mót svona daginn sem að við keftum bara í venjulegu barda taekwondo og þau bara hreinlega stóðu sér alveg frábærlega. Já, nákvæmlega. En nú eru, aðildafélagin ansi mörg og þetta er það ekki komið út allt land, taekwondo sportið sjálft? Jú, þetta er komið meira meina bara allar hringin held ég. Það er svona, það er náttúrulega flest kannski hérna á Suðvesturhorninu en nú eru komin félög allar hringin, eða kannski helst bara Vestmannaeyjar held ég sem að vantar. Já, það vantar bara eiguna. Já, hina eiguna. Já, hina eiguna, já, nákvæmlega, einmitt. Já. En þér hlýtur þetta liða það ekki svolítið skrítin tilfinning að horfa einmitt upp á þetta núna, hvað sportið eru stort þegar náttúrulega þegar þú byrjar í þessu, hvað hefur gast ekki þá talið bara á nokkru fingurum bara hvað eru margir iðgöndur og svoleiðis og hvað eru margir sem þú ert einn af þeim fyrstu eða ekki sem fekk svarta beltið? Jó, við vorum 4 sem fengu svartbeltið 1995, þar á undan hafði einn fengið svartbeltið 92 eða manni og jú, náttúrulega hann að fyrstu árin sko, ég þekkti alla svartbeltingar með nafni og svo framvegis, en núna svona ég var einmitt á móti hérna í Mosfellsbæ í gær og þá sá maður alveg fullt af krökk sem ég hef aldrei séð áður með svartbeltið, þannig að sportið, það stækkar alveg. Þetta er eins og með börnin, þetta stækkar alveg ótrúlega hratt. Já, en talandi beltin, þetta er það ekki, hver og einn einstaklingur tekur þetta bara á sínum hraða, það ekki í að ná sér í belti. Því að það er ekki verið svona að eitthvað miða við bara, herru, þú átt að ná þér í þetta belti núna á þessum aldri. Já, það er svona bæði og það er svona flestir náttúrulega að fara þetta á sínum eigin hraða. Svona kannski, þegar krakkarnir eru yngri þá er þetta nú svolítið kennt svona eftir á vorun og haustun og krakkarnir svona, þau vilja náttúrulega helst fylgja hópnum. Stundum kannski mismunandi milli félaga en kannski þú fer yfir í framhaldshóp, þú komið eitthvað ákveðið belti og þá náttúrulega ef þú tekur ekki prófið þá kannski fara vinir upp í næsta hóp, þannig að það er ekkert alltaf sem það er skipt við aldur eins og kannski öðrum greinum. Þannig að það er svona bæði og náttúrulega fólk getur gert þetta á sínum eigin hraða en það er náttúrulega svona, það er alltaf kannski ákveðið hvati að vera með hópnum. En síðan náttúrulega þegar fólk er orðið fullorðið og komið með hábelti þá náttúrulega bara, þá þarf bæði þroska og bara góðan tíma. Já, nákvæmlega. Mælirðu ekki með þá foreldra sem eru að fara með börnin sín í fyrst skipti í sportið, að fara bara sjálf líka í sportið? Það er alveg útrúlega hvað eru margir sem að koma með krakkarnir sína fyrst og svona eru duglega að fylgjast með æfingum og einhvern veginn koma alltaf síðan til mann svo spurðið með fullorðsæfingar. Þetta er mjög mikið fjölskyldusport og í sumum félögum einmitt eins og til dæmis á Selfossi, sko, þar eru heilu og hálfu fjölskyldarnar að æfa og
og það nú einmitt einn góð fjölskylda þar sem að allir meðlimir eru með svartbelti. Já, nákvæmlega. Það alveg ótrúlegt. Já, það alveg magnað. Já. En svona lokinunum sleppir, þú ert þetta mitt líka bakvið hérna bara Muto Gym og fleira. Það eru ýmis námskeið sem þið eru að bjóða upp á þar, bara fyrir börn og fullorðna. Eða ekki bara í taekwondo. Við erum með talsmörg námskeið, við erum með 12 flokka, leggjum aðra áherslu á taekwondo og erum að ég held alveg örugglega eina félag á landinu sem að tekur inn nemendur frá 2 ára aldri og erum með 2 ára, 3 ára hóp, 4 ára, 5 ára og sem grunnskólaaldurinn, hann er kendur í getuskiptuflokkum en allir hinir flokkarnir eru raunir bara eftir aldri. Já, nákvæmlega. Og við höfum við höfum lagt aðal áherslu á taekwondo, við erum líka með jiu-jitsu fyrir krakka og sjálfsvarnar námskeið fyrir bæði krakka og konur. Já, nákvæmlega. Þannig að það er nóg að snúast. Já, það vantar nú ekki. Nei, nákvæmlega. En veislan hefst núna næstu helgi og fyrir nánari upplýsingar, þið eru með það ekki allt saman inn á Facebook fyrir þá sem vilja fylgjast með? Jú, það er bara langbest að annarkot kíkja inn á heimasíðuna hjá Taekwondo-deild Selfoss eða hjá okkur í Muto Gym, Muto Gym Iceland á Facebook. Já, og þannig erum við mitt eins og, talandi það, Bianca, ég meina fara til Íslands, þessa eyju bara, þannig að þú ert að væntanlega það ekki svona aðeins að byrja eitthvað svona, herðu, getur þú please gefið mig gott veður fyrir þau? Sko, bæði þau tvö, þannig að Aron og Bianca, þau eru ekki sérstaklega hrifin og snjó og svona, þannig að ég er bara að fylgjast með veðurspánum, ég sýnst þetta nú vera skikkanlegt. Já. En ég hef nú ekki búið í það hefði nú verið að lenda hérna eins og veðrið var hérna daginn. Nei, nákvæmlega. Og hefði hugsanlega bara verið inn á flugvelli og ekkert komið út. Nákvæmlega. Sigursteinn Snorrason, Master Sigursteinn Snorrason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma fyrir áhugasama eitt í viðbót sem ég gleymdi alltaf að spyrja hvað ertu komin langt í taekwondo? Nú, það er ekki nú. Þú ert ekki bara komin svartabeltið. Svo komið mitt eitthvað rendur ofan á það, eða ekki? Jú, við fórum einmitt hérna til Kóri í sumar og það tók ég 7. dan og hann Daniel Jensen, sem er nú yfirþjálfarinn á Selfossi, hann tók 4. dan meistaragröð. Það var virkilega gaman að taka þess að hann er fyrsti nemandi minn sem að fer alla leið frá hvítubelti upp í meistaragráðu. Hann tók prófið með mér og fyrir framan meistara minn og meistaran hans. Þannig að það er mjög sjaldgæft að svona 4 ættliðir, ef við getum kallað það, komið saman og sjá hann litlu frændi minn með mér hérna líka og hann var bardagafélagi minn á prófuna, þannig að þetta var virkilega skemmtileg stund að fá að hafa svona, bara líka við ættamót hérna í Kóru, virkilega gaman. Og sérstaklega gaman að það ekki að vera einmitt með lærling að sjá hann ná undir svona pressu. Já, ekki spurning, sko, þetta var, eins og að segja, þetta var virkilega gaman að þetta myndi ekki, sko, oft er þessi próf þannig að það er kannski bara tekið eitthvað staðar og eitthvað svona en að geta gert þetta svona eins og maður segir í seinan ættilegg er virkilega gaman og að taka prófið fyrir framan meistara minn og svona þetta og við fórum að æfa í gamla skóla sem ég hefði í þegar ég var út í Kóru fyrir mörgum árum. Þannig að þetta var bara svona eins og að fara bara á æskuslóðurnar með krakkana mína. Já, nákvæmlega, æðislegt að heyra. Sigursteinn, þakka kærlega fyrir og gangi ykkur sem allra best næstu helgi og líka bara með framtíðina. Bara hvetjum alla til þess að kynna sér starfi og hvetjum alla til þess að kynna sér starfi hjá ykkur. Glæsilegt. Takk kærlega fyrir. Margblessaður. Já, hátíðin hefst núna næstu helgi og áhugasamir, þið getið séð þetta allt inn á Taekwondo-deild Selfoss inn á Facebook og svo er náttúrulega líka Muto Gym. Þetta er náttúrulega magnað að þessi heimsfræga fólk geti komið þarna, Bianca Walkden að mæta núna til landsins og verði þarna á Selfossi núna helgina. Þetta er alveg líflegt. Þetta er nú bara eins og fyrir þá sem æfa fótbolta að Cristiano Ronaldo og Messi fara að koma og leika sér að þjálfa þig og gefa sér tími að spjalla. En við höldum áfram við bardagalistinnar. Næstur á dagskrá, það er Pétur Marino hjá mmafréttum.is, heimsmeistaramóti í fullum gangi og við ætlum að heyra í honum hér innan skams. Björn Lukas allana, hann sigraði sinn bardaga allana, sinn fyrsta bardaga, en Pétur Marino er með þetta allt á hreinu, fari ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú fær parkett og flísar hjá okkur.